Halló, skerið þið eitthvað? Ef svo og þið hafið mikið af því eins og eldhúsnífa, skæri, hefil, meitla, þá gæti svona hævirk og vaskeld brýni verið þess virði fyrir ykkur. Þetta í raun nútímaútgáfa af því sem forfeður okkar höfðu. Steinplata, knúin af mannsafli, mögulega einnig kæld með vatni. Þegar þú horfir á eggina, þá hverfur hún í raun og það sem efnið minnst, þá hitnar það, auðveldlega, við slípunina, við núningin og efnið getur skemmst. Almennt sagt að það, haldi ekki egginni. Þess vegna gott þegar snúningurinn lítill og helst þegar það kælt með vatni eins og þessi slípurokkur frá Triton hefur. Þetta vel heppnuð eftirlíking af slípurokk frá sænska Tormek sem leyfandi á þessu sviði. Og einmitt slípurokkurinn frá Triton sannhæfður við fylgiþutu frá Tormek sem mikilvægt. Ekki svo að skilja að Triton bjóði ekki upp á eigin fylgiþuti. Þeir bjóða upp á nokkuð breytt úrval og fyrir mikinn meirihluta fólks eins og mig sem handverksmenn. Það nægilegt. En ef einhver hefur meiri kröfur, hvort sem það gæði eða breytt fylgiþutana, þá það kostur að það passar við þessi slípurokk. Þessi skífa hefur þvermál 250, breidd 50 og borin 12 mm. Kornastærð 220, sem nákvæmlega sömu gildi og stalaða skífan frá Tormek. Þessi skífa mjög vönduð. Hún úr álopsíði sem korund. Fyrir langfest verkefni mun hún nægja. Við höfum hingað til aðeins tala þessu skífu, en það önnur á hinni hliðinni. Ég kalla hana fingpúsina skífu því það í raun plastfelka, með leðurbelti og áður fyrr var fingpúsað á leðri. En þú mynd einnig rekast á hugtök eins og honum, eða stundum lapun sem orð úr erlendum tungumálum en í grundvallaratriðum, þýða þau það sama. Á meðan þú framkvæmir grunnbrýningu á brýningaskífunni, þá fjarlægir þið síðan brúnirnar. Á fínpúsunaskífunni og ef til vill pússarðu hana, í spegiltjáa. Svo báðar þessar skífur hluti af. Fínpúsunaskífan fest á brýnarann, þessi sérstaklega pakkaður til að hann skemmist ekki, svo þú þarft að festa hann þar. Það 2 flonsar, og hnetið hér, atvið, með vinstri skrúfgangi. Í fylgiþutunum einnig, 19 leikít, svona litla kúbein, en það alveg nóg til að herða það. Varist að herða of mikið. Ég trúi því að ef þú myndir toga mikið í það, gæti skífan sprungið og það væri synd. Hönnun kvörnarinnar í raun mjög frumstæð. Það þar, innleiðslumótorós, með 2 skífum. En hún ekki knúin beint. Því frá innleiðslumótornum kemur lítill ás út. Og með þessum skrúfa stillir þið þrýstingin á litla ásinn, á gúmmíhlaupið. Eftir að vinnu lýkur gott að losa þrýstingin, svo að litli ásinn myndi ekki dæld í hlaupið því í stað þess að vera hjólátur og stöðugur myndi það gera svona tutut. Tutut, tutut. Ég vona að ég hafi útskýrt þetta, nægilega fallega. Tæknilegar upplýsingar þessa slípurokk má auðvitað finna, eins og að hún hefur afl upp á 120 vött og snúningshraða 120 og 5 á mínútu. Þú finnur líka að hún vegur næstum 15 kíló, sem mikilvægt því eins og ég segi, það ekki mikið sem hægt að finna upp eða skemma á þessum slípurokk. En stöðuleikin mikilvægur svo að aukafuturnir haldi stöðu sinni gagnvart slípskífunni. Annað mikilvægt atriði þessi grind með leifastönginni. Og það í raun, það sem næstum því, það mikilvægasta á þessum slípurokkum. Þú leiðir slípuðu verkfærin undir réttum og aðalega alltaf sama horni. Það það sem við, leikmennirnir, metum mest sem einfaldlega höfum ekki svo kallaða reynslu. En jafnvel fagmenn muni ekki hafna svona slípurokk, því það hraðara, minna erfiðu og hvað við skulum segja, oft nákvæmara. Förum fljótt yfir aðra hluti sem þú finnur í kassanum. Auðvitað leiðbeiningar notkun. Ef einhverjum finnst letri of smátt, eins og mér, þá ekkert einfaldara en að sækja það á vefsíðum, hvort sem það Triton eða til dæmis Unimatch. Svo eitt mjög mikilvægt atriði og það svona mælistika sem þú notar til að stilla gagnkvæma stöðu disksins og slípunartækisins eftir þvermáli disksins og þeim skurfahorni sem óskaður eftir. Svo hér svona slípunarsteinn, hann hefur 2 grófleika, 220 á annarri hliðinni og 1000 á hinni. Hann ekki til að jafna diskin, heldur til að breyta grófleikanum. Þú notar í raun grófu hliðina til að líkja eftir steini, með minni kornastærð, með meiri grófleika. Ef þú þarft meiri fjarlægingu ef eggið meira skemmt, þá grófleikin eykst með þessum hætti. Þú framkvæmir slípun og fyrir lokaslípunina.
færðu það aftur í upprunalegt ástand með þessari fínu hlið. Síðan finnum við túpu með slípunar eða réttara sagt fægibasta í pakningunni. Sumir segja líka slípaða lappa. Það borið á leðurskífuna og hjálpa þér síðan að ná fullkomnu eggi. Ef það klárast býður Triton einnig upp á viðbótar fægibasta sem aukabúnað. Og síðasta atriðið alveg grunnbúnaður sem notaður til að búa til svokallað beint egg, sem þýðir trésmíða eða smíðameitla eða söm, járn í höfli. Ég ætla núna að sýna þér hvernig á að gera það. Fyrst þarftu að setja þessa bakka á blúsarann. Það hægt að setja hann í tvær, mismunandi stöður eftir þvermáli disksins. Núna erum við með alveg nýjan disk, 250 mm. Svo, við setjum bakkan í neðri stöðu. Þegar við höfum slípað hann með tímanum, verðum við að lyfta bakkanum aðeins herra, svo diskurinn sé alltaf að minnstakosti að fluta til á kafi í vatninu. Þegar þú hellir vatni í það, dregur diskurinn það í sig, og þú þarft að bæta við vatni aftur. Og gerðu það til yfirborðið helst stöðugt, og það mest á línunni sem sést hér frá hlið. Þá fyrst getur þú byrjað að slípa. Aldrei slípa eða skerpa á þurrum steini. Jæja, nú stillum við verkfærið í haldarann og stöðu þess, gagnvart disknum. Við munum slípa á móti skurðinum og viljum hafa þar 20 og 5 gráðu horn. Þannig að hér stillum við þvermál disksins á 250. Hér stillum við 20 og 5 gráður. Herðum. Og mælistikkan í raun lögð með bóðadregna fötanum á diskinn og hinum á verkfærið. En miklu betra að leggja undirbúninginn á diskinn og síðan renna skurfinum á verkfærinu á milli disksins og undirbúningsins. Þannig klikkjum við alltaf sama hornið. Þessa gagnkvæmu stöðu getum við stillt annarkvort með því að breyta stöðu leiðastöngarinnar miðað við diskinn eða með því að breyta stöðu verkfærisins í leiðahylkinu. Þegar við höfum stillt þetta, getum við kveikt á blúsaranum aftur og byrjað að slípa. Við slípun beitum léttum þrýstingi og færum frá hlið til hliðar til að nýta alla breidd disksins og þannig slíta honum jafnt. Við fylgjumst stöðugt með egginni og þegar okkur finnst hún vera jafnt brýnd yfir allt svæðið, getum við slökkt á blúsaranum og farið yfir á fínslípuskífuna. Sumir nota í raun sama leiðsögutækið sem þýðir að þeir setja leiðastöngina í lárétta stöðu en þeir þurfa að stilla réttan horn aftur. En það sem ég hef séð fagmenn gera að þeir slípa með höndunum. Þeir slípa bæði bakið og framhliðina. Og vegna þess að við slípunina ekki að ræða svo mikla efnisfjarlægingu, þá ekki hætta á að eyðileggja eggið, með því að halda því undir aðeins öðruvísi horni. Ólíkt slípun, þar sem hægt að slípa bæði á móti og með stefnu eggsins, þá slípunum við hér, eingöngu með stefnu eggsins. Og við slípunum þar til í fyrsta lagi að allar brúnir eru fjarlægðar og í öðru lagi þar til eggið í þeirri gæðum sem óskað eftir. Því sléttara egg, því lengur endist það. Ef við erum búin að slípa og ætlum ekki að halda áfram að vinna, þá verðum við í fyrsta lagi að fjarlægja skálina með vatninu. Þessi skífa má ekki vera stöðugt, sökkt í vatninu. Við losum þrýstinginn á öxlinum á gúmmífjöparanum og þú getur líka notað vendandi textíllíf sem selt sérstaklega og kemur í veg fyrir að ryki safnist á blúsarann. Grunnbrýninguna getur við gert með þessum blúsara eins og hann kemur. En ef þú vilt brýna eitthvað annað eins og til dæmis eldhúsnífa, skæri, útskurðarmeitla og aðra hluti, þá þarftu sérstök hjálpartæki fyrir það sem við munum ræða í einhverju öðru myndbandi. Ef þér líka þessi blúsari frá Triton, vinsamlegast skoðaðu flekkinn undir myndbandinu og þú getur hlakkað til að sjá annað slípa myndband. Takk fyrir að horfa, hafið það gott og brýnið eitthvað.